Tyrkirnir hérna í kvöld. Bara pökkum, það ekki að segja það. Já, það hægt að segja það. Við já, maður eiginlega orðlaus. Það var svakalegt. Leikplanið gekk 100%. Upp á 10, bara, þú veist, skaurarnir sem voru að skora hjá þeim vildu að þau myndu skora og síðan vorum við bara kokki. Við vorum við sóttum þennan sigur. Menn voru að setja risa skot hérna í dag og risa varnarstopp og já, ég veit ekki hvað ég á að segja. Þetta er bara ólýsanleg tilfinning. Segðu mig, hvernig var undirbúningurinn fyrir þennan svona miðað við Ungverjaleikinn? Við vorum eitthvað að reyna að halda léttleik yfir þessu, en við vorum allir, ef einhver segir annað þá vorum við að ljúga. Við vorum allir að skíti í okkur stressi og síðan bara var eitthvað svona switch sem bara flippaði þegar við byrjum að hita upp og byrjum í leiknum og þá kom þessi orka sem svona vantaði svolítið í Ungverjaleikinn og hún vann hann sigur í dag. Kom þessi áhlaup frá Tyrkjunum sem mátti alveg búast við þarna í 3. og 4. Greg tekur leikli, hvað segja þjálfararnir í þessu leikli? Bara að halda áfram, þú veist, við vorum að fá það sem við vildum sóknarlega og þú veist, við þurftum bara að ná svolítið að setja þetta saman varnarlega, ná nokkru stoppum í röð og þá vissum við að við myndum fara aftur 10 stigum upp og það var svona skóp þetta líka. Hamingju Kristinn. Takk fyrir.